Komið sæl og velkomin í jólaþátt kaffistofunar. En það þáttur sem er alfarið helgaður afkomu launafólks, kjörum, réttindum, lífi og líðan. Og í þessum jólaþætti ætlum við að horfa fram á veginn. Árið að verða búið, næsta ár að taka við. Hvernig mun nýja árið líta út fyrir launafólk í landinu? Það heilmikið í uppsiglingu og eins og allir vita. Og til þess að ræða þetta þá eru komnir hingað liðsmenn í landsliði íslenskra verkalýðshreyfingar, eins og ég kýs að kalla það, kraftmikið fólk, allt í framlínunni, og það er mjög forvitnilegt að heyra hvað þau segja þetta. En þetta eru þau Drífa Snædal, forseti ASÍ, Sonja Ýr Þorbergsdóttir, formaður BSRB, Ragnar Þór Ingólfsson, formaður VR, Vilhjálmur Birgisson, formaður Verkalýðshreyfingarinnar og Aðalsteinn Árni Baldursson, formaður Framsýnar á Húsavík. Verið innilega velkomin. Takk fyrir. Ég ætla að byrja á þér, Drífa. Þú ert nú forseti heildarsamtaka ASÍ og mæðir náttúrulega mikið á þér, en nú liggur það fyrir að samtök atvinnulífsins kalla það vitfirringu að ætlast til þess að atvinnurekendur hækki laun í upphafi næsta árs. Og þannig að þá vaknar spurningin að þegar atvinnurekendur líta svo á að verkalýðshreyfingin sé að eyðileggja þjóðfélagið í raun og veru með svona miklum kröfum, þá langar mig að spyrja, mun verkalýðshreyfingin lúta í gras fyrir samtökum atvinnulífsins á næsta ári, Drífa? Já, takk fyrir þessa spurningu. Samtök atvinnulífsins hafa nú gengið ansi rösklega fram til að nánast að reyna að kenna verkalýðshreyfingunni COVID-veiruna og COVID-ástandið og það ástand sem ríkir núna. Við höfum bent á það að þessi störf sem hafa glatast eru horfin út í hagkerfinu tímabundið vegna aðstæðna en ekki vegna launahækkana eða eitthvað slíks. Við tókum þá afdrifaríku ákvörðun eftir mikið samtal í vor að standa við okkar kjarasamninga. Eins og það var þannig að í haust að þá var það alfarið í boði atvinnurekenda að reyna að koma hér öllu í uppnám með hótunum uppsagnir kjarasamninga og ætluðu að fara þarna einhverja ferð gagnvart ríkinu sem var nú ekki mjög vel í veiði hjá þeim. En þú spyr hvernig nýja ári lítur út. Það fer náttúrulega allt eftir því hvort að atvinnurekendur skilja þá afstöðu okkar og þá háværu kröfu almennings og ekki bara almennings heldur þeirra hagfræðinga sem eru hafa uppfært þekkingun sína síðustu 10-20 ár, að það skiptir máli að tryggja framfærslu fyrst og fremst. Það skiptir máli að tryggja að grunnlaun séu sæmileg og það skiptir máli að tryggja að tryggingatakar, þá erum við að tala öryrkja og aldraða og þá sem eru atvinnuleitendur, að þeir hafi það sómasamlegt. Við erum á tímamótum þar sem við náttúrulega höfnum þessum kapitalisma að reyna að bera fé á þá ríkustu og vonast til að eitthvað hljóti niður til þeirra sem eru lægra launaðir. Við höfum bent á það að það sé lykillinn að endurreisn efnahagslífsins að fólk hafi úr einhverju að spila, fólk geti staðið við skuldbindingar sínar, greitt leiguna, greitt að lánunum og skipt við þau fyrirtæki. Þannig að þetta er stundum spurning svona grundvallar hugmyndafræði, hvort þetta er að styrkja fyrirtækin til að styðja fólkið eða styðja fólkið til að styrkja fyrirtækin. Það er ekkert rosalega bjartsýn að samtök atvinnulífsins skilji þetta, en það er skammst að minnast þegar við fórum í auglýsingaherferð gegn hækkunum atvinnulífsbóta og það var náttúrulega alveg ótrúlega vegferð að fara í. Þannig að það er mikið verk fyrir höndum, en við erum sterk og á góðum dögum erum við líka samstillt og þá halda okkur engin bönd. Já, það er nefnilega það og þá er spurningin að hvernig er hægt að gera þetta? Það er alveg á hreinu að atvinnurekendur munu sækja fram. Það er alveg á hreint og þeir munu vera með barnum og reyna að koma í veg fyrir að
launahækkanir verði meiri, að það gangi allt eftir sem að kveður á í lífskjarasamningnum, þeir verða með viðspyrnu. Hvaða getum við beitt? Við getum beitt aðferðir sem við beitt hingað til að krefjast að fari verða kjarasamningum, og inn í kjarasamningunum eru launahækkanir. Ef að atvinnurekendur skila þeim ekki, þá getur verkalýðshreyfingin farið í kröfu fyrir launafólk að það sé greitt samkvæmt kjarasamningum, þannig að við teljum að það eigi að vera sæmilega tryggt. Og síðan skulum við líka hafa í huga að við erum að sigla náttúrulega inn í ákveðið kosningar. Það verður mikil samfélagsumræða, það verður uppgjör við COVID á næsta ári, og það verður líka mikil umræða framtíðarsýn, og þar þurfum við að gera okkur mjög gildandi líka. Ekki bara gagnvart atvinnurekendum, heldur í samfélaginu öllu. Já, mér langar að líka spyrja Ragnar að þessu, hvaða aðferðum getum við beitt? Höfum við eitthvað í handakrikanum sem við getum lagt fram og spilað fram sem mótspil gagnvart og ægivaldi samtaka atvinnurekenda í þjóðfélaginu? Fyrir það fyrsta þá komast atvinnurekendur ekki hjá því að hækka laun og standa við þennan samning, öðruvís en að brjóta hann og fara þá gegn bæði samningnum og setja hér allt í uppnám. Ég á ekki von á því að svo verði. Ég held að ég bara neita að trúa því að atvinnulífið fari í þá vegferð að setja hér allt í uppnám, þó svo að þessi ófyrirleitna herferð sem að nú í gangi gagnvart verkalýðshreyfingunni og vinnandi fólki skaðsemi þess að hækka hér laun sé búin að vera fara mjög hátt undanfarin misseri, sérstaklega í ljósi þess að það alveg vita málað í niðursveiflum sem þessum að þá mjög nauðsynlegt að verja grunninn. Það var það sem að í sjálfs þeir verkalýðshreyfingin svaf á verðinu með í til dæmis eftirmáli hrunsins, að þá höfðu markaðslaun verið alls ráðandi á vinnumarkaði, og síðan þegar að bankahrunið verður, að þá var í sjálfur sér fóru laun, bara markaðslaun nánast í frjálst fall, vegna þess að það var engin grunnu til þess að grípa, og þetta einmitt sá grunnu sem við höfum verið að þrýsta upp. Það alveg viðbúið að þeir 2000 einstaklingar sem eru atvinnulausir í dag mun ekki ganga inn í sömu tekjur og þeir voru með, þannig að ég held að og vona það að við fáum bæði frá öðrum sérfræðingum, akademíunni og stjórnmálunum sérstaklega góðan og þéttan stuðning við því að það verði staðið og allir aðilar standi við sinn hluta samninga. Og ég leyfi mér að vona allavega að svo verði. Það sem að við þurfum að leggja hins vegar miklu meiri áherslu á núna er að það komi aðgerðapakkar fyrir heimilin líka. Nú hefur ríkisstjórnin farið í þessar miklu aðgerðir fyrir fyrirtækin og atvinnulífið sem að nemur 300 milljörðum af 340 milljarða aðgerðapakka sem að lítið hefur farið beint til heimila og einstaklinga, og þar þurfum við að standa mjög þéttan vörð og við höfum verið með tillögur innan Alþýðusambandsins sem að snúa að sérstökum framfærslustuðningi til heimila og einstaklinga sem hafa orðið fyrir miklum tekjufalli, og þetta gríðarlega mikilvægt mál og myndi ég segja eitt af svona stórum málunum sem við þurfum að fara í á næstu misserum, þannig að öll herstöflin og allur krafturinn sem á að setja í þessa blessuðu viðspyrnu fari ekki í annað afturhjólið heldur á þau öll, og það eina leiðin til þess að við náum að spyrna okkur út úr þessu ástandi er að stuðningnum og aðgerðum stjórnvalda verið jafnt skipt. Ég hef eins og sé minna áhyggjur af kjarasamningnum sjálfum, samtök atvinnulífsins geta reynt eins og þau vilja, en við höfum ýmis tæki og tól til þess að spyrna við því. Þau komast ekki hjá því að hækka launin og munu ekki komast upp með að gera annað. Ragnar, hvaða tæki og tól ertu að tala um? Ég hef heyrt í tala lífeyrissjóðina, það væri hugsanlegt að beita þeim einhvern veginn. Hvaða tæki og tól ertu að tala um sem gætu verið notaðar á næsta ári? Við skulum ekki gleyma því að
stærstu eigendur, stærstu fyrirtækja, skráðra fyrirtækja landsins eru sami almenningur, sama launafólk og atvinnurekendur hafa gefið í skyn að þeir ætla að snuða. Þannig að það er það sem ég er að tala um, að við erum og eigum mörg af þessum stóru fyrirtækjum sem að, Samtök atvinnulífsins hafa sett lifibrauð af að starfa fyrir og ég vara bara Samtök atvinnulífsins við því að fara í eitthvað stríð við verkalýðshreyfinguna á þessum tímapunkti, þessum viðkvæmu tímum, þegar að 20.000 félagsmenn okkar að berjast fyrir lífi sínu, þurfa að taka ákvörðun það frá mánuði til mánaðar hvort það að kaupa í matinn eða borga reikninga, á meðan aðgerðir stjórnvalda hafa nánast eingöngu snúist að grípa og verja og smíða hvern björgunarpakkan á fætur öðrum fyrir fyrirtækin. Ragnar, mér langar að fá að vita hvað aðgerðir, þú tala um aðgerðir, hvað aðgerðir? Til dæmis, nefndi eitthvað dæmi. Já, við ættum að fara og ég tala um það. Við eigum að fara fram með þá skýlausu kröfu að atvinnurekendur fari úr stjórnum lífeyrissjóða og sem ætti að vera krafa sem að við ættum að vera löngu búin að fara með fram. Við getum gert það á vettvangi stjórnmálana. Við getum sótt fram á mörgum sviðum sem stærstu fjöldasamtök landsins. Þannig að það eru margar leiðir, bæði gegnum pólitíkina og sem leiðis í stórum málum eins og þegar kemur að sjóðsfélaga lýðræði innan lífeyrissjóðanna. Þar eru miklir möguleikar til þess að draga úr völdum atvinnulífsins í íslensku samfélagi. Já. Sonja, nú hefur manni virst að það sé kannski meiri samvinna á milli ASÍ og BSRB heldur en hefur birst áður. Sérðu fyrir aukna samvinnu núna komandi vetri þegar að virkilega þarf að berjast fyrir hagsmunum launafólks á erfiðu ári? Já, ég tel mjög mikilvægt að við tölum einni skýrri röddu núna í baráttunni sem framundan, sem náttúrulega eins og búið að koma inn á, að verja afkomu fólks og tryggja góð og mannsamandi störf þegar við erum svona í þessu ferli að það skapist fleiri störf. Það sem við höfum séð núna eins og í aðgerðum stjórnvalda að það verið að bregðast við með þeim hætti að fjármagnið beinlínis að fara fyrst og fremst til fyrirtækja og röksemdirnar fyrir því að hálfu stjórnvalda að sé til þess að halda fólki í störfum. Það sem hins vegar mjög einkennilegt að það hefur engin greining farið fram á raunverulega hvernig þessi stuðningur að nýtast, hvernig hann að koma út, hvort hann sé raunverulega að fara í það að skapa eða viðhalda störfum og eða raunverulega hvort að hann fari bara til, í eigin hagsmuni þeirra sem að reka fyrirtækin. Og þess vegna höfum við öll verið saman að kalla eftir frekari aðgerðum fyrir fólk. Við auðvitað sjáum það að atvinnleysið að bitna helst á fólki sem aðflutt og síðan á konum og síðan á ungu fólki og það sem að þau eiga sameiginlegt ofta að þetta hafa verið í láglaunastörfum, það svona einkennir mest þennan hóp og það þýðir auðvitað líka að þeirra svigrúm til þess að koma sér fyrir horn eða svona að ná að draga fram lífið takmarkaðara heldur en annara og þess vegna hefur við sagt að það þarf að hækka atvinnuleysisbætur og þarf að lengja atvinnuleysisbóta tímabil og svo framvegis og við teljum ekki nægilega aðgert núna og það svona mínum að stærsta verkefni framundan en þar fyrir utan að þá raunverulega hefur bæði aukisfátækt en hún var auðvitað óásættanlega mikil hér á landi fyrir COVID og við sjáum núna að hjálparstofnanir að óska eftir aðstoð, það að raunverulega aukast eftirspurnin eftir stuðningi þaðan og mér finnst líka mikilvægt að við áttum okkur á því hvernig við erum að veita fólki þessum aðstæðum stuðning, hafa bent á að það sé algjörlega óásættanlegt að fólk sé látið standa í biðröð eftir matargjöfum, það sé mun mannsamandi aðferð að tryggja fólki í ávísun. Þannig að við þurfum í fyrsta lagi að fara að horfa til þess hvernig við ætlum að bara styðja við fólk sem stendur frammi fyrir atvinnuleysi og það ljóst að störfin kom ekki aftur fyrir að búa að vinna bug á veirunni og þá líka að tryggja að það séu góð störf í boði
Og síðan auðvitað líka sem fulltrúi opinberra starfsmanna að stórum hluta að þá finnst mér mjög mikilvægt að við séum að horfa til þess hvernig við ætlum að tryggja að fólki okkar sem stendur í framlínu í baráttu við veiruna muni einfaldlega ekki bara brenna út af álaginu sem að því fylgir. Og veiran að varpa því ljósi á að grunninnviðirnir okkar, opinberu kerfin, að það eru þau sem að bjarga okkur út úr þessu. Og eftir hrunið 2008 að þá náttúrulega var búið að fjársvelta flestu þessi kerfi svo mikið að þau eru að hruni komin. Það var einhver viðsnúningur fyrir nokkrum árum á flestum þeirra en hann bara ekki nándannari nægur og þess vegna þurfum við að styrkja þau enn fremur. En við sjáum þetta að það ljóst að það einhverjir hópar sem að munu krefjast þess að verði niðurskurður og bákni burt og svo framvegis og við höfum staðið styrk saman líka í baráttunni fyrir því að það þurfa að styðja við þessi kerfi. Vilhjálmur, þú ert nú gamall baráttu jaxl og búin að vera lengi að störfum fyrir hreyfinguna. Hvað er það sem við þurfum að gera til að tapa ekki leiknum fyrir samtökum atvinnulífsins? Já, ég held að ég verð að segja eins og að ég hef ekki rosalega miklar áhyggjur af því að kjarasamningum verði sagt upp. Ég tek undir það sem að Ragnar Þór sagði áðan að samtök atvinnulífsins gera sér algjörlega grein fyrir því að ef það hefði átt að koma til þess að fresta launahækkunum eða afleggja eitthvað tímabundið, þá hefði þetta nást samkomulag við verkalýðshreyfingunni það. Ég hef lúskagrunni það að þeir séu búin að gefast upp á þeirri vegferð og þar af leiðandi óttast ég ekkert að það komi til þess að það komi til einhverja átaka á milli verkalýðshreyfingarinnar og samtaka atvinnulífsins hvað varðar þessar launahækkanir sem eiga að taka gildi núna 1. janúar. Hins vegar það þannig að atvinnurekendur hafa það dálítið í hendi sér hvernig þeir bregðast við auknum launakostnaði. Þeir geta gert það með því að taka umfram kjarasamningsbundnar hækkanir sem fólk hefur, svokölluð svona bónus og annað slíkt og tekið það í burtu. Ég óttast það dálítið að það muni gerast. Ég óttast líka að fleiri geti mist vinnuna. Við erum með 25.000 manns núna sem eru án atvinnu, 20.000 að fullu og 5.000 manns á hlutabótum. Þannig ég hef áhyggjur af þessari stöðu. En sem betur fer að það eru fréttir sem hafa verið að koma núna að undanförnu, sérstaklega undanförna dag og ég tala nú ekki bara í dag, þar sem að það ríkir töluverð bjartsýni varðandi þau bóluefni sem að framundan eru, sem að munu klárlega hjálpa okkur gríðarlega ef að þetta fer allt eins og það horfir, þá óttast ég ekkert stórkostlega að við munum ekki sjá nokkur hraðan viðsnúning á efnahagslífinu hér á landi. Hins vegar hef ég verulegar áhyggjur af því að halli ríkissjóðs í ár í kringum 300 milljarðar. Það gert ráð fyrir að hann verði 600 milljarðar þegar að næsta ár úti og til ársins 2025 þetta 900 milljarðar sem að halli ríkissjóðs og það alveg ljóst að við munum þurfa að greiða þetta einhvern tímann. Það ekkert hægt að taka svona skuldir og styrta þeim bara niður í holræsi ef þannig málið komast. Það mun einhvern veginn þurfa að greiða þetta. Það sem að skipti mestu máli að það komi hér kröftu viðspyrna þar sem að við fjölgum störfum, við fjölgum gjaldeyrisskapandi störfum því að íslenskt samfélag rekið á gjaldeyrisskapandi störfum. Það þannig sem við rekum okkar samfélag. Það þannig sem við höldum velferðarkerfinu okkar og heilbrigðiskerfinu og almannatryggingakerfinu og öllu þessu kerfum. Það með kröftugum gjaldeyrisskapandi greinum. Og mér hefur fundist núna undanförnu þá hafa gjaldeyrisskapandi greinar áttundur högg að sækja. Við vitum alveg nákvæmlega hvernig ferðaþjónustan þurrkaðist nánast út bara leið og COVID skall á. Fiskveiðar hafa líka eða aflaverðmæti fiskafurða hefur dregið saman. Þannig að vonandi mun þetta betri tímar muni sjást fljótlega á næsta ári. En ég óttast ekkit rosalega einhver mikil átök á nýju ári við samtök atvinnulífsins. Ég held að þeir séu bara hreinlega búin að gefast upp á því að ætla sér að reyna að ná þessum launahækkunum tilbaka.
verkalýðshreyfingin algjörlega einhuga í því. Það voru gerð stórkostleg mistök árið 2009, stórkostleg mistök, þegar að verkalýðshreyfingin fór í broddi fylkingar ásamt atvinnurekendum og tók launahækkanir í burtu af verkafólki á sama tíma og það var verið að greiða út arðgreiðslur til fyrirtækja í útflutningsgreinunum upp á milljarða, að þá samt steig verkalýðshreyfingin með samtökum atvinnulífsins þann dans og frestaði launahækkunum í 4-5 mánuði ef ég man þetta rétt, sem var alveg ótrúlegt á þessum tíma. Sem betur fer að þá var þessi leið ekki farin núna, því að það versta sem hefði geta gerst að taka þær launahækkanir sem átt að koma, því að það skiptir máli að fólk geti náð endur saman og geti hjálpað við að halda samneyslunni upp í íslensku samfélagi. Því við gerum það ekki með því að draga úr kaupmætti fólks, svo mikið vist. Já, sko Aðalsteinn, nú hefur þú verið vakinn og sofinn í þínum störfum fyrir verkalýðshreyfinguna í mjög langan tíma og einhvern veginn verið alltaf reiðubúinn og mér langar að spyrja þig, nú gamla sagan sú að svona skuldasöfnun eins og Vilhjálmur var að lýsa áðan lendi alltaf á launafólki að lokum. Hvað er verkalýðshreyfingin tilbúin til að gera til þess að verja kjörin? Og kannski ekki verja bara, ég svolítið þreytt á því, heldur að sækja fram. Verða menn blóðugir fyrir axlir í baráttunni? Sko ég að því að svona aðeins, ég verð að koma inn í þessu umræði svo búið vera mjög góð umræða, gaman að hlusta á ykkur að sko það þannig að verkalýðshreyfingin að mínum að hefur staðið vaktina og það eru miklar áskoranir núna sem verkalýðshreyfingin stendur frammi fyrir varðandi mitt eins og þú kemur inn á að við skulum alveg, það liggur fyrir að skuldasöfnunin hjá okkur Íslendingu núna við sennilega hafa verið bara algjört met, ég ætla ekki að tala um heimsmet, ég ætla að tala hins vegar samst Íslandsmet í skuldum bæði, sko ég að tala þá alla ángana, ég að tala heimilin sem við höfum miklar áhyggjur af. Ég að tala sveitarfélögin sem allstaðar að skera niður og miklu erfiðleikum og svo ríkissjóð. Þannig að allstaðar vandinn mikill og það örugglega engin einföld lausn á því hvernig menn geta leyst þetta eða hvað sé rétt að gera. Hins vegar getum við fastlega búist í því að skattar verði hækkaðir verulega á komandi árum og menn eru farnir að sjá það í gegnum, til dæmis strax í gegnum bara matvælaverðið og aðra þjónustu sem menn að sækja að það veruleg hækkun allstaðar hjá okkur og maður sér svona fyrir sér að kaupmáttur launa muni fara þó nokkuð niður og þannig að ég segi bara og treysti verkalýðshreyfingunni til þess að standa bara vaktina og sækja fram og ég vil þá bara við séum bara heiðarleg sko og ég eins og þið voru að tala og mikið búið að tala samtök atvinnulífsins að þetta svona gömul hundleiðileg plata hjá þeim sem hafa verið að spila sem allir eru búin að leið á og þeir sjálfur líka, þeir verða bara að spila hana svona til þess að standa undir nafni sem samtök atvinnulífsins held ég og en við erum ekkert að láta þetta endilega fara í taugarnar á okkur. Við höfum hins vegar, mér langar bara aðeins að koma inn á fyrir umræðu hér að við höfum að sjálfsögðu standavaktina, benda á bara staðreyndir og vera bara með góðan málflutning sem við þurfum að temja okkur og ég vil meina að við höfum verið að gera og því að sókn náttúrulega besta vörnin eins og við þekkjum líka og hafa það líka jafnframt í huga að það eru mörg fyrirtæki sem standa bara afar vel. Það bara góður rekstur á mörgum fyrirtækjum. Þetta ekki, og menn ekki að mála þetta svona, eins og samtök atvinnulífsins eru að gera, alveg eins og þeir séu bara ekkert að fylgjast með. Það sé bara mála fyrir alla gluggana hjá þeim bara með svartri málingu og þeir vita ekkert hvað er að gerast út í þjóðfélaginu. Og plús líka sem ég hefur þótt vanta skort varðandi umræðuna að við skulum líka taka það fram þegar þeir hamra endalaust á því að eina sem sé hægt að gera sé að falla frá launahækkunum. Það bara þannig að, eins og ég nefndi, það víða og sem betur fer atvinnulífið þolir hækkanirnar og ekki gleyma því sem inn í þessa umræðu, það það að það voru margir, það voru þúsundir einstaklingar sem tóku og fóru og gerðu gengu að samningi atvinnurekenda með því að fara á hlutabætur og eins og Vilhjálmur Birgisson kom inn á áðan að það búið að vera þannig undanfarið það eins og ein Akureyri sé atvinnuleysa, það sé jafngildi íbúðatölun Akureyri, atvinnuleysu í Íslandi yfir 20.000 manns og hluta af þessum hópi fólk sem er á hlutabótum
og margir af þessum sem eru hlutabótum hafa orðið fyrir því fjárhagslegu tjóni sem byggir á því að það hefur verið að sækja sér aukavinnu og voru að gera það með 100% vinnu og síðan hafa verið haldið kannski aukavinnunni en tekja á sig kannski 50% skerðingu á sínu vinnustað og síðan hefur atvinnutryggingasjóður skert þessa einstaklinga móti því af því þeir hafa haft einhver aðrar önnur laun umfram sína vinnu og það fullt af fólki, það eru þúsundir sem hafa orðið fyrir verulegum skerðingum og við hjá Framsýn fengið þessi dæmi til okkar að sem menn koma og í góðri trú hefðu samin í sitt fyrirtækjum að fara í lækka starfshlutfallið, reikna með að fá bætur á móti en fá síðan enga bætur af því að það eru einhver aðra tekjur sem þeir hafa þurft að sækja vegna lélegra launa sem að mínusast frá atvinnuleysisbótum. Þannig að það stór hluti, það eru þúsundir sem að taka á sig og verulega skerðingar en menn einhvern veginn að ræða þetta ekki. Aðeins líka að þessi Sonja kom að sinna og það þannig að ég hef fylgst með atvinnulífs á Íslandi undanfarna mánuði og gerði það ágætlega í sumar og haust þar sem að því miður það var gríðarlegt atvinnuleysi og það voru reynda þannig að voru yfirleitt fleiri karlar en konur. Ég tók það bara sama hjá mig núna því að vinna upp úr skýrslum og þetta eru ekki opinberar tölur heldur þetta eru tölur sem gefa góðar vísbendingar að það sem vekur athygli hjá mér til dæmis á mínu svæði og það í sjálfur sér á ekki að vera ólíkt víða annars staðar að hér í kringu 270 manns án atvinnum þessar mundir og af þeim eru 179 karlar og 98 konur. Og það sem athyglisvert líka, veit ég hvort algjör tilvílun, en með íslenska ríkisborgararétt þetta 138, en með erlenda ríkisborgararétt þetta 139. Þannig að þetta orðið bara 50-50 erlendir ríkisborgarar sem og íslenski ríkisborgarar. Og í umræðinni, það heyrist mikið og það eðlileg gagnrýni hjá öryrkjum og öldruðum sem að kalla eftir að það sé þeirra kjör séu bætt, tek heils undir það, ég tek undir það líka með því að laga atvinnuleysisbæturnar, en það einn hópur sem að gleymast, það láglaunafólki á Íslandi sem orðið þannig, því miður, að það á launum fyrir fulla 173 stundir á lægri launum heldur en atvinnuleysisbæturnar. Þessi hópur hefur verið að gleymast hjá okkur, förum aðeins að huga honum. Það þarf að gera verulega breytingar á kjörum þessa hóps sem vinnur myrkran á milli með rúmlega 300 krónur á mánuði. Þetta hópurinn sem við erum að snúa okkur að núna og hjálpa helst í gegnum þær hremmingar sem við erum búnir að þurfa að þola og munum þurfa að þola næstu mánuðina en vonandi fennum við bóluefni að hafa þann tilgang að fara að birta yfir hjá okkur yfir íslensku efnahagslífi. Takk. Já, það sem að mér finnst vera, þið skuldið svolítið fólki, finnst mér, launafólki, hér, þið sem eru hérna í landsliðinu, að segja ok, það eðlilegt að þetta gerist og launafólk á rétt á þessu og hinu, en hvað eru þið tilbúin til að ganga langt? Getum við farið í einhvers konar mótmæli, hvernig þetta að virkja sjálfa grasrótina? Ef af þessir hópar sem við erum að tala atvinnuleysið mikið, fólk, það blasir við fátækt hjá svo mörgum sem fara á strípuðubæturnar og maður veit aldrei hvað gerist með í raun og veru, það svo margt í óvissu, en sú staða getur alltaf komið upp að það verði þannig ástand að fólk bara hreinlega bugast í raun og veru og sér ekki fram úr því að geta lifað sómasamlegu lífi. Við þurfum náttúrulega ekki endilega að tala þá sem eru á hærri laununum. En hvað eru tilbúin að gera? Getið þið til dæmis, hvað þetta að fara í mótmælaaðgerðir? Ragnar talaði um lífeyrissjóðina áðan. Þetta að fara í verkföll? Hvað hægt að gera, Vilhjálmur? Það ekki hægt að fara í verkföll, ég held að það líki alveg fyrir, við erum bundin af friðarskyldu þegar við höfum undirritað kjarasamninga, vissulega eru endurskoðunar ákvæði í kjarasamningum á hinum almenna vinnumarkaði næsta haust, maður veit svo sem ekki hvað mun gerast við þá endurskoðun. Ég held að við höfum verið að reyna að koma æði mörgum málum á framfæri, mér nú til dæmis minnist þetta stórt mál sem að við Ragnar vorum með hér fyrir 2 árum síðan, þar sem að við héldum opinn fund í Háskólabíói þar sem að við buðum þáverandi seðlabankastjóra til að ræða okurvöxt og verðtryggingu. Þar vorum við meðal annars að reyna að virkja grasrótina, virkja heimilin til þess að
taka stöðu með okkur í því að ná niður vaxtastiginu og við höfum séð árangur í þessu máli til dæmis. Því fyrir lífskjarasamningina þá var hægt að taka hér óverðtryggt lán upp á 7% vexti. Þessir vextir eru núna komin niður í 3,3% þar sem þeir eru lægstir og hér munar tugum þúsunda á mánuði hjá íslenskum heimilum sem hafa náð að endurfjármagna sig, en vissulega sér maður alveg ótrúleg mál detta inn í fréttatíman eins og til málið sem að lítur að Íbúðalánasjóði, þar sem að fólk hefur verið fast í viðjum verðtryggðra lána upp á 4,25, hefur ekki komist þaðan út og síðan niðurstaðan eftir að fjölskipaður dómur héraðsdóms Reykjavíkur kemst að þeirri niðurstöðu að þetta sé ólöglegt og ríkissjóður muni þurfa að greiða milljarða tilbaka. Þetta náttúrulega algjörlega með ólíkindum hvernig hefur verið komið fram við neytendur hér á landi, íslensk heimili, og þetta bitnar eðlilega, illilega á íslensku launafólki sem að þarf að greiða hér tugum þúsunda meira í hverjum einasta mánuði heldur en í þeim löndum sem við helst viljum bera okkur saman við. Þetta Katrín, eitt stærsta hagsmunamálið sem að almenningur hér á landi stendur frammi fyrir, og Ragnar Þór nefndi áðan lífeyrissjóðina sem eru núna með 6.000 milljarða til ráðstöfunar. Hann nefndi til dæmis góðan punkt sem að var að atvinnurekendur myndu víkja úr stjórnum lífeyrissjóðina. Ég algjörlega sammála því og vil rifja upp í því samhengi að árið 2012 lagði Verkalýðsfélag Akraness fram tillögu á þingi Alþýðusambands Íslands sem að laut akkurat að þessu nákvæmlega sama og Ragnar var að tala áðan, að atvinnurekendur myndu víkja út úr stjórnum lífeyrissjóðana því að þetta eign sjóðsfélagana og þeir hafa ekkert með það að gera að vera að víla og díla með lífeyri launafólks. Hvernig fór þessi atkvæðagreiðsla? Jú, 90% af þingfulltrúum Alþýðusambands Íslands felldu tillöguna. Það má vel vera að hér sé orðin einhver breyting núna innan að raða Alþýðusambandsins og ég veit fyrir víst að það allavega hjá hluta af fólkinu, en það kannski næsta verkefni að dusta ríkið af þessari tillögu og leggja hana aftur fyrir þing Alþýðusambands. Ég vil bara vekja athygli á þessu að meira sé Alþýðusambandi var ekki því sammála 2012 að atvinnurekendum myndu víkja út úr stjórnum lífeyrissjóðanna. Þetta bara mjög athyglisverður punktur varðandi lífeyrissjóðina og athyglisverður punktur sem finnst mér sem Vilhjálmur að benda á að Alþýðusambandi geti farið að beita sér fyrir þessu. Núna erum við komin sem sagt með dæmi, við erum að koma með lífeyrissjóðina, við erum komin með fundi, útifundi eða fundi í háskólabíó, hvað fleira, Drífa? Já, takk fyrir það. Og það náttúrulega í þessu undarlega ástandi að þá ekki hægt að búa til mótmálafunda og það náttúrulega það versta við þetta ástand að fólk getur ekki farið og beitt rödd sinni niður á Austurvelli eða einhvers staðar annars staðar eins og var í hruninu. Og það gerir náttúrulega okkar kannski ábyrgð meiri að tala mjög skýrt. Ég tek undir það með Vilhjálmi og við vitum öll sem störfum í verkfallshreyfingunni, við getum ekki farið í verkfall á friðartímum, þannig að þá eru það mótmælin. Svo það bara það að við þurfum að halda áfram að vera mjög margar raddir í verkfallshreyfingunni sem tölum mjög hátt, öflum gagna, greinum stöðuna, vitum hvaða fótum við ætlum að standa á, hvaða kröfur við ætlum að gera og styðjum það með góðum röksemdafærslum, góðum gögnum og förum áfram. Mér langar líka aðeins að tala það þessa skuldasöfnun ríkisins. Við höfum sagt það mjög skýri röddu og ég held að það sé eina af stóru hættunum á næsta ári og þar næsta. Það stundu sagt í kreppum að það ekki fyrstu viðbrögð í kreppu sem skipta öllu máli, það það sem gerist ári síðar eða 2 ári síðar. Þegar á að fara að greiða kreppuna, hvaða ákvarðanir eru þá teknar og þá höfum við staðið á því mjög fast að þessari kreppu við þurfum að vaxa út rauninu. Við þurfum að hafa þolinmæði til að skulda hana, jafnvel þó að sé íþyngjandi fyrir ríkissjóð, að því að versta sem við gerum á næsta ári eða það næsta, það
ætla að fara að greiða þetta hratt og örugglega upp og vera duglegust í bekknum í þeim efnum meðal þjóða. Af því að þá eru að tala niðurskurð í velferðarkerfinu. Þá eru að tala niðurskurð í þessum kerfum okkar, tryggingakerfum, atvinnuleysistryggingakerfi, örorkubæturnar, lífeyrisgreiðslur og svo framvegis. Já, það má ekki gerast, þannig að við þurfum að vera í mikilli varðstöðu við það. Og ég hef rosalega ágjörð því að við erum að tala líka um ríkisfjármáli hérna, að við skulum alveg hafa það í huga að ríkissjóður að afþakka greiðslur frá hinum ríkari, létta byrðum af þeim, bara í þessum töluorðum, með því að vera með frítekjumark fjármagnstekjuskatts og það gjöf til þeirra sem eiga mesta pening á Íslandi. Á meðan eru sveitarfélögin sem eru í spennitreyju verða að skuldsetja sig til að geta rekið bara leikskólana og moka göturnar. Á meðan eru þau að fá þá minni pening fyrir vikið, af því að þau fá hlutfalli gegnum jöfnunarsjóðinn af tekjum ríkisins. Þannig að þetta mjög, mjög mikið ágefni og þetta eitthvað sem engin annar bendir á heldur í verkalýðshreyfingin og við eigum að vera mjög, mjög hávær þar. Já, það líka, það hefur komið hérna... Hvað segir þau? Ég segi það hefur komið hérna fram atriði, sko, eins og við vorum að það eru lífeyrissjóðirnir, það eru mótmæli, það eru fjöldafundir. Sonja, hvað það fleira sem að verkalýðshreyfingin getur gripið til þess að sporna við og sækja fram því sem hefur verið lýst hér. Þetta eru gríðarlega margar hættur sem að þarna eru í uppsiglingu. Hvað fleira getur verkalýðshreyfingin gert? Sko fyrir utan alltaf það sem við erum held ég bara öll búin að nefna eins og að styðja við þá sem eru á atvinnuleysisbótum með betri hætti og sömuleiðis öryrkja og ellilífeyrisþega, að þá held ég að við ættum líka að taka upp að því að núna eru kjarasamningar í gildi og hjá mínum félögum til 2023, ég held að sé til 2022 hjá ASÍ félögum ef ég man það rétt. Og það þýðir að við erum vel ekki að fara að sækja fram varðandi launahækkanir að öllu óbreyttu. En það sem við getum hins vegar gert til þess að styðja við fólk að horfa til þess hvað svona vegu þyngst í þeirra lífi. Og þá annarkvort hægt að horfa á stuðning stjórnvalda og við höfum þetta eins og í tengslu við lífskjarasamningin og þá gerðu aðildarfélög ASÍ stórfellda kröfur á breytingar á skattkerfinu og það komst á ákveðin málamiðlun þar en sú krafa lifir enn hjá okkur og við höfum verið samin það að við viljum fjölga skattþrepum. Það til dæmis eitthvað. Og hluta þessu líka einmitt eins og Drífa var að nefna að jafna byrðarnar. Við sjáum núna að það mikil hætta á misskiptingin aukist. Af því það eru helst láglaunahópar sem að missa störfin sín og síðan eru þetta líka með svona breiða tekjudreifingu og hvað ætlum við að gera til þess að styðja betur þá sem eru minna á milli handana. Það einmitt líka gegnum þessi kerfi okkar. Og þeir sem mestri hætta á að búa við fátækt eru börn. Þannig að við verðum að fara að nýta barnabótakerfi betur til þess að styðja við lágtekjufólk, til þess að þau nái að styðja við börnin sín. Já, sko, við talum svo mikið hvað þarf að gera, hvað verður að gera, en það vantar mér finnst vanta hjá okkur eitthvað svona nýtt leikkerfi eða nýjar aðferðir Það ekki nóg að segja bara, nú er ég að tala sem fyrir hönd launafólks í landinu. Að ég sem launamaður í landinu, ég vil fá að vita hvað, ætlið þið að draga mig á Austurvöll, hvað ætlið þið að gera? Ekki bara segja við mig, það verður að gera þetta, verður að gera hitt. Heldur hvað? Það komið fram eitthvað, en það vantar eitthvað meira, finnst mér. Já, ég talaði áðan að við þurfum að tala mjög skýrri röddu og við þurfum að fá fleiri með okkur í að tala þeirri röddu. Og setja meiri þunga í okkar kröfur og við höfum nú átt fundi með mjög mörgum öðrum hagsmunasamtökum líka til að reyna að finna eitthvað svona sameiginlegt stef ef að við erum mjög mörg hagsmunasamtök, ekki bara launafólks heldur öryrkja og aldraðra og fleiri, neytendasamtökin og fleiri, að þá verður krafan háværari og þrýstingur meiri. Nú ég nefndi áðan að það að koma kosningar í september næsta ári, þannig að stjórnmáli verða undir mjög miklu þrýstingi á næsta ári líka og það þarf að sæta færis þar. Já, hvað segir þú Aðalsteinn? Ég Ertu með eitthvað? Já, ég segi Katrín ég ætla að spyrja þig, ég ætla að taka við þættinum og ég ætla að spyrja þig, þú sem launþegi, hvað viltu að við gerum?
Já, ég vil að hérna það sé leitað allra leiða þar þá ég segi á ég við að ég vil hafa hátt og ég vil ekki segja við skulum bara reyna þetta og reyna hitt og þá verður að gera þetta og gera hitt fyrir þennan og hinn og svo gerist ekki neitt, það er atvinnurekendur geta sagt já, þetta er svo slæm staða, ríkissjóður verður rekinn með alveg bullandi tapi og þá koma stjórnvöld og segja já, þetta er svo erfitt, þið vitið það er þessi söngur, en ég minni á sko að verkalýðshreyfingin, til dæmis bara ASÍ og svo BSRB, þetta eru 150.000 manns sem ættu kannski ekki að tapa í leiknum, skiljið hvað ég var við. Þetta er það sem launafólk er að hugsa og við hugsa með býtu hvað gerist á næsta ári. Hvað hefur þú bætt ykkur við í hugmyndabankan? Aðalsteinn? Já, sko þessna vildi ég kalla eftir sér þér vegna þess að sko þetta er ekki við og þið. Við erum öll í sama liðinu að segja sko ég með 4.000 manns í mínu félagi, það er ekki formaðurinn og svo félagsmenn, það er bara félagsmenn og formaðurinn á hverju tíma bara einn af þeim og auðvitað þannig að hérna það sem við þurfum að gera líka, sko, það er með þetta sér að benda á að sko félögum þurfa náttúrulega bara líka að fara í naflaskoðun á starfi félagana og hérna á herinn til þess að hérna slípa hann, þannig að þetta verði sterkara afl og þar höfum við mikið verk að vinna og hérna svona inn á við því að þetta, ég vil ekki sjá það við og því, þetta er bara við erum í sama liðinu og svo náttúrulega annað sem við erum ekkert að ræða hér en auðvitað hefur það á síðustu árum að því ég er nú búin að fylgjast með pólitík lengi og sem áhagamaður pólitík og alþingi og allt það. Auðvitað hefur það breyst frá því að verkalýðshreyfingin hafi nokkrar raddir inn á þingi að við höfum ekki haft neina rödd inn á þingi til fjölda ár. Og það er mikið áhyggjuefni að verkalýðshreyfingin skuli ekki hafa einstaklingar sem standa upp og fara í pontu og hérna mæla með einhverjum frumvörpum eða flytja frumvörp sem við koma bara að því í landinu. Sko. En ekki einhverjum bara hvort sem það eru kvóta hérna greifar eða hérna elitan í þessu landi. Það vantar miklu sterkara aflinn á þingi, sko, alþingi. Þar eru stóru ákvarðanir teknar hvort sem okkur líka það betur að vera. Þar komast menn upp með hitt og þetta og misgáfuleg og ég ætla bara að segja það eru misgáfuleg þingmenn á þingi eins og bara í verkalýðshreyfingunni en hérna þannig að veist að það er ekki hægt að svara þessu beint sem þú ert að segja nema það bara að verkalýðshreyfingin þarf bara að vera í startholunum og vinna með sínu fólki og fá fólki í lið með sér og ég hættur að tala einhverja mótmælendafundi eða mótmælafundi, ég segi bara samstöðufundi sko. Já. Ég kalla þetta bara samstöðufundi, það er samstaða, hvetur til samstöðu það rétta af kjör hérna lánafólks, öryrkja, aldraða, þeirra sem eru atvinnuleitendur, þetta er bara snýst það, byggjum upp samstöðu hérna, þessu fólki til framdráttar en við gerum ekkert einn. Herforingi hefur aldrei náð langt í stríði en hafa hann haft vel hérna öflugan og velþjálfaðan her, hafa menn náð árangur í gegnum söguna og allt frá því að Garðar Svavarsson kom til Íslands hér á sínu tíma sem fyrsti landnámsmaður Íslands. Já. Heyrðu Ragnar Þór, tekur þú undir þetta hjá Aðalsteini með það að verkalýðshreyfingin þurfa að koma sínum fulltrúum að á þing? Já, ég hef lýst þeirri skoðun minni áður að verkalýðshreyfingin eigi að bjóða fram eða gera sem meira gildandi í stjórnmálum vegna þess að alveg sama hvað við viljum gera og alveg sama hvað við segjum og hvernig við förum fram að við erum lýðræðislega kjörin í okkar félögum og sömuleiðis eru það stjórnmálamennirnir sem taka síðan endanlega ákvörðun hvað fer í gegn og hvað ekki og það sem þú ert að benda á kannski, myndi ég segja, skoðun svona róttæka arms, myndi ég segja, verkalýðshreyfingarinnar og þess fólks sem að vill róttækari verkalýðshreyfingu. Þetta er líka fín lína vegna þess að það eru líka margir innan verkalýðshreyfingarinnar sem að finnst hreyfingin jafnvel vera ofróttæk og allt þar á milli. Þannig að bæði skoðanir fólks eru mjög mismunandi og það hefur við náttúrulega fundið mjög mikið í gegnum þessi ár sem við hefum setið öll sem að setja nú við borðið að þetta getur verið fín lína, mitt félag, þar ég með allt menntastíð, allt tekjubilið og það getur verið snúið að búa til kröfugerðir en þegar öll er á botni hvolft þá hefur okkur gengið ágætlega þó að við eigum ennþá langt í land, við höfum verið að vinna mörgum framfaramálum og það sem að
ég myndi segja að væri mikilvægt fyrir okkur að gera núna að gera okkur mjög gildandi í aðdraganda næstu alþingiskosninga, bæði varðandi málefnin sem að munu verða á dagskrá og sömuleiðis líka mögulega með aðkomu hreyfingarinnar að framboði til þings með einhverjum hætti, og sem að það er gert í gegnum eitthvað stjórnmálaafl eða þá að hreyfingin fari fram sjálf, og ég hef lýst þessari skoðun minni og ég hef fengið mjög jákvæð viðbrögð við henni. Síðan eru bara önnur mál sem við erum að vinna að, eins og lífskjarasamningurinn, hann var uppbyggður þannig að við vildum byggja á hugmyndarfræði sem að lækkar kostnaði við að lifa fyrir fólk, og þá kom eins og félagi Villi kom inn á varandi vaxtastíð og annað sem hefur lækkað kostnað heimila tugi þúsunda, og það eru dæmi það að tekjulágt fólk hafi kannski lækkað greiðslubyrði hjá sér 50, 70, 80 krónur sem að það fær þá í beina ráðstafna tekjur með því að endurfjármagna lánin sín út af lækkun vaxta, og það sem að við þurfum síðan að fara í núna til dæmis, sem að ég myndi segja að væru næstu stóru mál sem að ég ætla að beita mig fyrir, það er að fara í átak í uppbyggingu og hagkvæmu húsnæði, fara í það að þrýsta á að til dæmis félagi eins og Blær sem átti að vera svona hliðarfélag við Bjarg komist á laggirnar. Það sem við erum að horfa á í dag og það sem við vitum að það er fyrirsjáanlegur húsnæðisskortur. Hann er fyrirsjáanlegur vegna þess að Húsnæðis- og mannvirkjastofnun hún er komin með tól eða aðferðir og aðferðafræði til þess að greina fasteignamarkaðinn með miklu nákvæmari hætti heldur en áður hefur þekkst, ekki með því að til dæmis telja byggingakrana eins og gert var hér eftir hrunið, heldur með ítarlegum greiningum og samvinnu við sveitarfélögum út allt land hvað er í skipulagi, byggingu og framleiðslu og á hvaða stigi og svo framvegis, að það er fyrirsjáanlegur skortur. Ef við grípum ekki inn núna, að þá getum við tapað þessu mikla ávinningi sem við höfum náð bæði varandi fjármagnskostnað heimila og sömuleiðis líka aðgang fólks að hagkvæmu og öruggu húsnæði. Þetta eru meðal helstu lífskjara sem að við getum veitt okkar fólki, ekki bara okkar fólki, heldur til dæmis eldra fólki, lágtekjufólki, millitekjufólki. Það eiga allir að hafa aðgang að hagkvæmu og öruggu húsnæði. Og þetta er eitt af stórum málunum, og svo náttúrulega líka þurfum við að, eins og ég sagði áðan, við þurfum að gera okkur gildandi stjórnmálunum vegna þess að eins og staðan er í dag, við getum ekki búið til mótmæla öðru sem að leggja fólki okkur í stór hætt, og það gerum við að sjálfsögðu ekki. En þegar að það verður hægt og við sjáum ekki fram á það á okkur sem er hlustað, sérstaklega innan þingsins, að þá munum við stíga fram og við munum stíga fram fyrir skjöldu með okkar fólki þegar að á reynir. Þannig að þetta er svona cirka bara staða. Já, þetta er glæsilegt og mjög fróðlegt að heyra í ykkur. Ýmislegt nýtt komið fram. En nú ætla ég að breyta aðeins umræðefni. Ragnar, hvað ætlar að hafa í jólamatinn? Það er að koma jól. Hefurðu tíma til að halda jól? Við höfum, allir við verðum ekki með eitthvað létt, myndi ég segja. Ég kaupi örugglega eins og halvan hamborgarhrygg og allir verðið sem ég kemur kalkunabringur eða öndið eitthvað svona með. Tvírétta. Búin að kaupa jólagjafirnar? Já, svona flestar. Hvað segir þú, Vilhjálmur? Segir þú eldamennskuna heim hjá þér á jólunum? Nei, forðið mig frá því sko. Ég held að barnabörnin mín myndu nú ekki vilja að ég myndi fara að krukka í pottanum ef þannig málið komast. Hún er það frábær kokkur hjá mig konan að hún sér algjörlega það. Við erum með svona ekki dósvipað og Ragnar, við erum með 3 og jafnvel 3 réttar. Við erum með íslenskt lambalæri. Ég veit ekki hvort að félagi Aðalsteinn á Húsavík sendi mér 1 læri eða svo. Hann er nefnilega sauðfjárbóndi blessaður. Nei, við erum með lambalæri og svo erum við með fína hamborgarhrygg og svo erum við náttúrulega eigum við 9 barnabörn, þannig að það er að ná að hyggja í því að finna gjafir handa þeim og gleðja þau. Og ég vonast bara til þess að þetta verði eins og
undanfarin jól, bara gleðileg og skemmtileg. Já, en þú sagðir að frúin eldaði, en sér þú þá uppvaskið, eða hvað? Já, það get ég alveg bara sagt hér og nú, og hér alveg staðfestlega, það gerir ég. Ég sé að taka hér á borðum og annað slíkt, þannig að verkaskiptingin á mínu heimili, hún bara alveg 50-50, sko. En eldamennskuna skal ég alveg fúslega viðurkenna. Ég fór einu sinni sem kokkur á skauttogara þegar ég var 17 ára gamall, og ég var kallað Willi Vilko eftir túrin, vegna þess að ég var alltaf með Vilko-súpur sem að var eiginlega eina því ég kunni að elda. En ég tók þetta jobb af mér vegna þess að skipstjórinn sagði við mig, Vilhjálmur, ef þú getur leyst af kokkin eitt túr, þá getur þú fengið síðan öllu líkindu fastráningu sem hásetti eftir túrin. Þannig að ég lét vaða þennan túr, kunni ekki að sjóða vatn, ég ætla bara fúslega viðurkenna það, en túrin blessaðist og allir eru lifandi ennþá sem að voru borð, þannig að þetta var mjög eftirminnilegur 10 daga túr ef að þannig máli koma. Sonja, hvað segir þú? Mun koronaveiran eitthvað breyta þínum plönum jólin? Nei, það yfirleitt bara mjög svona fámennt og góðmennt og ég eiginlega búin að koma mér út úr öllum svona stærri jólabúðum af því mér finnst jólin meira að snúast kósíheit og göngutúra og bara kakó og svo framvegis. Við verðum 5 saman og þá voru 4 mismunandi tillögur hvað ætti að vera í matinn, en niðurstaðan var lambalæri. En núna stóra vesen að bakarofnin á heimilinu bilaður, þannig að ég þarf ekki að ganga í þau mál í biðraða vesenu öllu. Já, er hægt að fá rafvirkja, ekki rafvirki sem sér það eða hvað? Er hægt að fá hann núna? Það góð spurning, það næsta. Fyrst að finna ofnin, koma heim og svo að reyna að finna rafvirkja, þannig að þetta verður eitthvað ágættis, bara, já, áskorun fyrir jólin. Sonja, ég með síma hjá Kristjáni Þórði í ráðunnarsambandinu, ég var einhvern að setja hann á þig. Við leggjumst öll saman á hann og hlýtum að koma, það ekki þannig? Það engin vegan hjá þér, Sonja? Nú það Nei, það ekkert svo les. Hvað segir þú, Aðalsteinn? Ert þú orðin vegan? Nei, ég er ekki vegan. Ég er lítið því, en ég bara svo vilja ekki vinna. Ég er búfræðingur og ég get að kent vilja þess að ég búin að kenna ýmislegt gegnum tíðina, en ég nefnilega fór á sínu tíma, ég var í búfræðinni á Hvanneyri, það fór í valfag í hússtjórnarfræði við Varmaland, Kvennaskólann, og lærið þar að elda. Það sem getur skilað sér áfram beint, en hins vegar svo hann kom inn og þá ég svona hobbybóndi og á örfáar kindur og þetta nefnilega rosalega skemmtilegu tími. Það náttúrulega þarf að framleiða íslenskt lambakjöt og það gert í desember með því að hleypa hrútunum í ærnar, og það oft mikið stuð og gaman þegar það stendur yfir, og það akkurat núna í kringu jólin og jólin. En þannig það þarf að framleiða kjöt, en við erum með yfirleitt með svínahamborgarrygg á mínu heimili og við svona skiptum við svo milli okkar. Ég afskaplega lélegur kokkur, en mín kona mjög góður kokkur, þannig hún hefur séð það, en ég svo séð svona ýmislegt annað, leggja borð og þrífa og svo. Þannig að við skiptum þessu bara að milli okkar svona eftir hæfni og getu í þessum heimilistörfum. Ég held að þessi bara algjör sátt og bara, já, það bara friður það, en það ekki jólin hátíð friðarins. Já, heyrðu, Aðalsteinn, hvenær eigum við að mæta? Ætlar ekki að bjóða okkur á Húsavík, okkur sem erum hér og við getum smakka kjötið þitt og svona og komið í heimsókn í bæinn. Ertu ekki til að taka mót okkur? Hvenær eigum við? Jú, ég er búin að Drífa hefur komið til okkar, hann var hjá okkur á 1. maí og hann komið hér og var með hátíðaraði hjá okkur fyrir, fyrst eftir hún kom til starfa á Starfsgreinasambandinu og við fengið hér fleiri góða gesti. Ragnar kom í sumar, hann kom hjólandi, því að meðan ég fer og gef kindunum, þá fer hann á hjólar sem vilsingur landið og Villi fyrir golfið, en hann þessu lélegu golfari. Þannig að þið eru alltaf velkomin og bara gaman ef þið kæmuð og smakka hér gott, það eitt hangikjöt svona á gamla mátan sem er virkilega gott. Já, takk fyrir það. Ég er örugglega eftir að taka orðinu, sko. Já, bara velkomin. Heyrðu, Drífa, ég ætla að spyrja þig nú, eins og ég sagði í upphafi, ert þú náttúrulega í forystunni yfir heildarsamtökum þessar stéttarfélaga, ASÍ. Þú lítur orðin þreytt, heldur þú sofna nokkuð Jón í súpuna núna, þessu jólin?
Nei, ég held ég gera það nú ekki. Ég hef einu sinni sofnað við súpuna og það var því ég var að vinna í ræstingum og búin að vera skúra alla nóttina. Var að þrífa Hótel Loftlið að segja þá. Þannig að það er eina skipti sem ég sofnaði við súpunni. En nei, þetta verður bara fínt. Við erum í því núna fjölskyldan að telja til þess að reyna að máta fjölskyldubúðin miðað við 10 manns. Við erum að hafa þetta í einhverjum hollum greinilega. Og svo það sem er kannski breytt síðustu ár, það er einmitt þessi tilkoma næstu kynslóðar grænmetisæta. Þannig að það er alltaf verið að breyta og bæta matseðilinn með tilliti til allra þarfa. Já, en ég get mælt með lambakjötinu sem Aðalsteinn framleiðir. Sko, þá veit maður það. en já, þetta er orðið svolítið flókið að elda í dag af því það er orðið svo margir orðið vegan og þannig að það er í mörg horn að líta, en hvað ætlar að hafa í matinn, Drífa, á aðfangadag? Það verður hamborgarhryggur, held ég alveg örugglega, og síðan fyrir grænmetisæturnar sem þær bera sjálfar ábyrgð og elda fyrir sig, að þá verður svona sveppa Wellington, reikna ég með. En það er líka mjög gott sem meðlæti. Já, gaman að heyra þetta. En ég er ekki orðin grænmetisæta, ég ætla bara að upplýsa það. Þetta hefur maður komið inn í þetta, það var þannig að sko, ég hins vegar framleiði vegan kjöt vegna þess að það er borðað hey, en svo fæ ég færa mér allt grænmeti sem fellur til hér í búðunum, sem var annars hent, sem sagt urðað eða færi bara í sorpeyðingu, að ég heyrði það allt saman í kindurna, þannig að það er á kvöldin fá þær epli og banana og alls konar grænmeti sem blómkál og kartöflur og já, það er bara allt sko, þannig að þetta er svona vegan kjöt sem ég framleiði og það hafa nokkur fengið að smakka þetta einhver, þannig að með þekkja það, þetta er gott kjöt. Þannig að það er vegan lamb, það er líka vegan lamb hjá þér Aðalsteinn. Já. Nú fyrir að líða að lokum þessa þáttar og við höfum 10 mínútur, þannig að þið eru 5 og ég ætla að gefa ykkur 2 mínútur hverju sig til þess að bera launafólki jólakveðju. Þannig að 2 mínútur, ekki meira fyrir hvern. Drífa, þú byrjar. Já, takk fyrir það. Þetta er búið að vera ótrúlega erfitt ár því við verðum mjög misskipt reyndar. Við vitum það að það launafólk sem hefur verið statt á árinu, að það hefur tekið þyngsta skellinn. Það er aðeins bjartara framundan. Við vonum að næsta ár ber okkur betri kjör, jafnari kjör, en til þess að svo megi verða þá megum ekki stofna verðinum og verkalýðshreyfingin er ekkert án félagsmanna. Þannig að allir sem geta orðið að liði til að þrýsta jafnari og sanngjarnari og réttlátari land og réttlátari skiptingu auðæfanna, að það skipti máli. Þannig að það er ekki bara við sem erum í forystunni, heldur allir sem skipta máli í þessari baráttu. Og við förum vonandi inn í 2021 sameinuð í slíkri baráttu. Takk. Vilhjálmur. Já, ég ætla að leyfa mér að vera bara nokkuð bjartsýnn á komandi ár. Þetta er búið að vera gríðarlega erfitt ár fyrir stóran hluta af okkar félagsmönnum. Því að það liggur alveg fyrir að þessi 25.000 félagsmenn sem hafa mist vinnuna núna á þessu ári, að þetta er að stórum hluta félagsmenn sem að tilheyra Alþýðusamband Íslands og ég vona svo heitt og innilega að atvinnuástandi, hvað ég að segja, fyrsta ársfjórðungi næsta árs verði orðið dálítið breytt miðað við það sem við erum að horfa upp á í dag. Ég held að allir sem að eru í og tilheyra stéttarfélögum vita hversu ofboðslega mikilvæg verkalýðshreyfingin er. Og verkalýðshreyfingin er ekki neitt án þess að hinn almenni félagsmaður sé virkur og taki þátt í því að veita okkur sem að veitum henni fórust á hverjum tíma fyrir sig aðhald. Þetta er algjört lykilatriði að við finnum og skynjum að við þurfum að gera betur í dag heldur en í gær og barátta verkalýðshreyfingarinnar fyrir bættum kjörum, henn lýkur aldrei.
Þetta eilífðarbarátta sem að mun halda áfram út í hið óendanlega að þannig má orði komast og ég vill í raun og veru ekki hugsa það til enda. Hver staða verkafólks og íslenskra launþega væri ef að verkalýðshreyfingin væri ekki til staðar. Því að leikurinn á milli atvinnurekanda og hins vinnandi manns svo óbóðslega ójafn að það ekki hægt að segja frá því. Og bara sem að lokum að þá vil ég minna á það að við erum búin að vera í 5 ára baráttumáli við einn ríkasta mann á Íslandi. Við höfum betur núna 23. október og núna rétt fyrir jól að þá mun þessi ríkasti maður Íslands þurfa að endurgreiða mínum félagsmönnum upp undir 100 milljónir vegna þessar baráttu sem að stéttarfélagið fylgdi sínum félagsmönnum eftir til enda. Það mikilvægt að hinn almenni félagsmaður veit okkur aðhald og haldi áfram að berjast og ég veit bara óska öllum íslensku launamönnum og mínum félagsmönnum sérstaklega gleðilega jóla með farsaldar og komandi ár. Takk fyrir Vilhjálmur. En svona til upplýsingar fyrir þá sem ekki vita það, hvaða aðili, hvað varst að tala? Það ekki víst að allir sem eru að hlusta viti hvað máli snýst sem varst að tala um. Þetta var fyrirtæki Hvalur sem í eigu Kristjánar Loftssonar. Það var mál sem við fórum með fyrir 5 árum síðan vegna vangoldinna launa eða vegna ágreining sem túlkunar á kjörum samkvæmt ráðningarsamningi. Við unnum það mál. Við töpuðum 3 árum vegna tómlætis starfsmanna, vegna þess að þeir áttuðu sig ekki á því að var verið að brjóta á þeim, en við náðum inni árinu 2015 og 2014, töpuðum árinu 2013 og 2012. En þetta mun samt sem áður skila okkar félagsmönnum með launatengdum gjöldum upp undir 100 milljónir og munar minna rétt fyrir jól, svo mikið ég víst. Heldur betur. Sonja, hvað segirðu? Jólakveðja til launafólks frá þér. Já, þetta hefur auðvitað verið mjög krefjandi ár en að einhverju leyti að þá myndi það á okkur hvað mikilvægast í lífinu og það auðvitað heilbrigðið okkar. Og ég hef mjög sterka trú á því að við munum standa sterk saman á næsta ári og fylgja eftir okkar hugðarefnum og minna á að dropinn hóla steininn en á kosningaári geta hlutirnir gerst mjög hratt. Og ég held að sé mjög mikilvægt að við fylgjum því eftir og við séum samtaka það að vekja athygli á áherslum stjórnmálaflokkana og hvað í takt við okkar áherslur og hvað ekki. Af því það tækifæri í svona brunarústum sem verða í kreppum eins og þessum og það að byggja upp réttlátara samfélag. Og þannig að sóknarfærin eru mun meiri núna heldur en oft áður. Ég held að þetta sé mun styttara hlaup sem við munum fara að taka á næsta ári. En auðvitað óska ég öllum líka gleðilega jóla og farsældar á komandi ári. Takk fyrir, Sonja. Aðalsteinn. Já, það þetta mjög einkennilegir tímar og við erum að ganga í gegnum mjög erfiða tíma eins og hér komum fram að við vitum og þegar tekið gríðarlega mikið toll af okkur og miklu meiri toll heldur við höldum. Það líður rosalega mörgum illa sem að það sést ekki endilega á þeim. Þeir eru ekki fótbrotnir eða handleggsbrotnir eða vantar á einhverja líkamsparta þess vegna en hins vegar líður mönnum rosalega illa og ég skynja það mikið í mínu starfi og störfum að hvað mörgum líður illa og þess vegna held ég að við þurfum að líta svona inn á við, við þurfum að sýna samstöðu og við þurfum að halda utan hvert annað sama hvar við erum í þessum þjóðfélagsstiga eða efnuð eða ekki efnuð eða hvað það þurfa bara allir að halda utan hvert annað og ég nefndi hér áðan atvinnuleysi eins og mínu svæði, það getur allir verkalýðsforingjar talað þannig og sagt og farið yfir það hvernig staðan því að eitt náttúrulega atvinnuleysi og annað náttúrulega það að við heyrum hér fréttir af félagsmálastofnunum, aukinu útgjöld, við erum að sjá mæðrastyrksnefnd, það bara langa biðraðir eftir að bara fá mat og við sjáum það hjá verkalýðsfélögunum til dæmis að hvað gott fyrir fólk að eiga aðgengi að sterkum til dæmis stéttarfélögum og sjúkrasjóðum því að það eru gríðarlegur útgjaldaaukning hjá held ég bara hreinlega flestum stéttarfélögum á Íslandi þar sem við erum að mæta þörfum okkar félagsmanna með ýmsu móti. Og þegar ég tala samstöðun og þetta fallega, það svo margt fallegt í umhverfinu okkar og ég sá núna til dæmis að börn hér við grunnskólann á Húsavík, börn við grunnskólann á Þórshöfn hefðu safnað pening og það var þau ákvað að nota það ekki til eigin
nota í skólaferðalög eða hvað það væri heldur, gáðu það til velferðis og Stingaenga, af því að þau vissu það að það mörgum sem líður illa, það atvinnuleysið og annað sem ég nefndi hér áðan. Þannig að þetta það fallega og þetta það sem að, jú, við erum núna í svartasta skammdeginu, þetta fallega sem lyftir mann upp og ég held að ég segi það bara, höldum utan hvert annað og göngum inn í næsta ár, það verður betra, það verður ég vil meina að þetta fara að gangi yfir og við verðum fann að brosa og tölum allt annað ef þú boðar okkur aftur eftir ár. Þannig ég segi bara gleðileg jól við ykkur sem eru hér í skjáin og gleðileg jól bara við mína félagsmenn og landsmenn alla og bara alla sem að hlusta á þennan magnaða þátt sem hjá þér, Katrín. Takk fyrir mig að bjóða mér. Þakka þér kærlega fyrir Aðalsteinn. Ragnar, þú ert síðastur. Fæ ég ekki örgulega 2 mínútur eins og Aðalsteinn? Jú. Þú er fram úr það? Nei, ég að stríða. Þú talar alltaf svo mikið. Nei. Sko, það svo mikið miklu við þetta bæta í sjálfu sér, kannski annað en það að ég held að náungar kærleikurinn og samheldnin innan bæði okkar raða og almennings mun hafa úrslita áhrif á hvernig okkur mun reiða af í að komast út úr þessu skelfilega ástandi sem að þessi blessaða veira hefur valdið, ekki bara í okkar samfélagi heldur út heimallan og við skulum hafa það í huga og það þau skilaboð sem að ég vil koma áleiðis að það undir þessari samheldni almennis og hreyfingarinnar komið hvernig, hvar við verðum í röðinni þegar við förum síðan út úr þessu og þá þýðir ekki að hugsa bara sjálfan sig, við þurfum að hugsa náungan, við þurfum að setja okkur í spor þeirra sem að hafa mist lífsviðurværi sitt og við þurfum að setja okkur þannig í spor okkar veikustu bræðra og systra hvaða öryggisnet það sem að raunverulega grípur okkur ef eitthvað kemur upp og bjátar á. Vegna þess að við getum öll lent í því að missa atvinnu, við getum öll lent í því að missa heilsu og okkar mælikvarði á gæði samfélagsins einmitt út frá stöðu þeirra sem verst standa í okkar samfélagi. Og ef við höfum þetta í huga að þá þessi gildi í huga að þá hef ég ekki áhyggjur af framhaldinu. Ég held að séu bjartir tímar. Ég líka viss það að við munum þurfa að standa fast í lappirnar til þess að verja hagsmuni okkar fólks og við gerum það ekki ein hérna í hreyfingunni eða við sem erum í forsvari fyrir hana, heldur þurfum við þétt bakland til þess að ná árangri. Og kannski með þeim orðum vil ég bara óska ekki bara mínum félagsmönnum, heldur bara félögum mínum, ykkur öllum og landsmönnum, bara gleðilegar hátíðar og farið nú varlega og verið góðir hvort annað og vonandi getum við hvatt þetta ár og komið því vel aftarlega í minnið með við spinnum okkur fast við á komandi ári eftir að bóluefni fer að virka og allir fara að brosa á ný. Já, takk fyrir Ragnar. Ég vil þakka ykkur kærlega fyrir komuna, kæru gestir, Drífa, Vilhjálmur, Sonja, Ragnar og Aðalsteinn. Þetta búið að vera mjög upplýsandi þáttur fyrir mig og vonandi fyrir ykkur sem að hafi hlustað á hann. Ég óska ykkur líka gleðilegar hátíðar, kæru gestir hér og vonaði hafið það svo innilega gott jól og áramót. Nú þættinum þá að ljúka núna. Ég ætla að minna á það að á morgun eru á samstöðunni líka þættir. Það Öryrkjaráðið 3:00, Hinn Reykjavík 5:00 og svo Rauða borðið 8:00. Þessa þætti hægt að sjá á samstöðinni, Facebook-hópnum sem heitir Samstöðin og á samstöðin.is og svo á YouTube. Og það hægt að horfa á það beint á YouTube og samstöðinni á Facebook og svo eftir á líka eftir þættina á samstöðin.is sem og líka á YouTube og samstöðin. Þetta eru þættir sem að munu lifa áfram og þeir sem get ekki hort núna, þeir geta hort síðar. En þetta sem sagt síðasti þáttur kaffistofunnar á þessu ári.
Ég þakka ykkur bara fyrir samfylgduna í ár og ég segi bara gleðilega hátíð til ykkar alla og takk fyrir mig í dag.